Þá ætla ég að sjá hvort ég get fitta vænginn á. Ég er búinn að blanda saman hérna epoxy og microballoons og ég ætla að setja þetta í þykku lagi hérna á brúnina þar sem vængurinn kemur til með að sitja. Og þetta er svo þurrt að eins og það er að þá er þetta alveg í vandræði með að fá það til þess að setjast. En ég bara sulla nógu djöfull miklu og leyfi þessu síðan að gubbast út þegar vængurinn kemur niður. Líst þér ekkert á þetta? Nei. Allt og þurrt hjá þér. Já. Þetta er náttúrulega epoxy sem að tekur sko hálfan sólarhring að harðna almennilega. Þetta verður í góðu lagi, fyrir líkur. Það ætla ég að vona. Það er allavega... En hvers vegna ertu með einhverja spýtur þarna? Hérna, það er vegna þess að ég þarf að láta vænginn sitja rétt miðað við stélið. Það er halda svona aðeins við hann. Þannig að þú ert búinn að stilla vænginn af réttan áður? Ég er búinn að stilla hann af. Gerði það með þessum spýtum og ég tók úr vængsætinu hérna líka þannig að hann gæti sest almennilega niður og nú er ég að loka því aftur með þessum microballoons. Þetta verður ægilega flott. Þetta er eins og maður sé að setja þykkan hafragraut í skálar. Sko, ég sem var alveg viss að ég hefði gert alltaf mikið. Þetta líklega. Þú ert nú ekki beinlínis að spara það? Nei, ég er ekkert að spara þetta. Maður má það heldur ekki, sko. Svo þarf vængurinn að ráða, sko, hvað hann leyfir miklu að sitja undir þegar maður setur hann á. Kíkja hann inn í, þá er stór og mikil klessa sem gerir ekkert gagn. Hérna? Það verða ýmsar klessur sem fara hann inn og gera ekkert, sko. Á meðan maður fær svona epoxy og microballoons þar sem maður þarf á því að halda þá skiptir hitt engu máli. Svona. Svo er ég búinn að setja plast á vænginn, þannig að það er vonandi að hann festist ekki til frambúðar. Setur það þá vaselín eða eitthvað á skrúurnar svo þær festist nú ekki líka? Það er ekkert epoxy náltengt. Svona. Já, sko bara. Þetta er bara nákvæmlega eins og það á að vera. Svo er aðeins eitt sem það þarf að gera. Það er að kíkja þetta. Athuga þetta sé allt saman í þeirri línu sem það á að vera. Það var þetta hérna undir svona. Svo ætla ég að fara að kíkja.
Ja. Hérna megin. Já, það er bara verra eða það er betra. Ha. Ha. Svo að því að það er náttúrulega bara hægt, þá reyni ég að taka eins mikið af þessu epóxí eins og ég get, sem er hérna utan á. Það er þá aðeins minna að pússa, sem að hefur alltaf talist til kosta. Það byrja sólarhringur og ég er búinn að taka vænginn af og hreinsa hérna öðru megin. Ég ætla að sýna ykkur hvernig ég geri það hérna hínum megin. Þetta er subbuverk. Til að ná þessu niður þá nota ég hérna Proxxon og pússihjól eða pússi eitthvað bla. Ég reyni að fara hérna niður að veggnum og síðan nota ég sög þar sem ég kem þessu þverkfæri ekki fyrir. Það er ægilega mikið ryk að þessu. Þannig að ég ætla að vera með ryksuguna líka. Nú er þetta farið að mestu og sletta þetta niður með svona pússiköpi. En sumstaðar, eins og til dæmis hérna, þá er ágætt að hafa einhverju svona litla sög eins og þessa og renna henni hérna í. Hérna.
Hérna er síðan smá svæði þar sem að hefur lekið hérna undir og að skrúfunni. Maður sér spýtuna hérna í gegn, þannig að hér ætti að vera nóg að taka bara smá spor í með hníf og síðan brjóta það frá. Kannski ætlar þetta að verða þaulsetnara heldur en. Þetta blað er kannski frekar veikt í þetta. Hér er ég með þykkari hnífsblað. Svona, ég ætla ekki að fara að tálka þetta neitt meira. Aðeins að skella rauksvörin. Þá er vængsætið orðið eins og ég vil hafa það. Ef að ég set vængin í aftur, þá smeylur hann hér inn að framan og dettur beint á ekkert vesen. Þetta svona átt að vera sko.